mér har stundu verið sagt að ég sé Evrópusinni. Ég fylgjandi alþjóðlegu samstarfi en ég tel að það sé mál sem þjóðin á bara kveða úr þá enginn forseti að koma á Bessastaði og hafa skoðun með eða á móti Evrópusambandi. Hér eru 60-70.000 manns á geðlyfjum en samt erum við hamingjusamasta þjóðin. Það heimsmet í geðlyfjanotkun ef að rétt og ég held að þetta sé svona mál sem að ég myndi hafa áhuga á að ræða við ráðamenn, við stjórnvöld og segja hvað hægt að gera. Getum við farið í eitthvað samtal og átak í kringum áhrif samfélagsmiðla á andlega heilsu ungs fólks? Getum við gert eitthvað í að vekja athygli á öðrum leiðum til að vinna með sjálfan sig heldur en að taka geðlyf? Og ef þú spyrir mig hvort ég hefði kosið að þing hefði endurskoðað kaflann forsetann og jafnvel eitthvað fleira í stjórnarskrá og þá einfalda svarið við því já. Ég vil líka aðeins benda á fjölmiðla. Ég veit að þetta ekki endilega vinsælt að segja þetta, en fjölmiðlar eru bara allt of mikið að taka upp fréttir af samfélagsmiðlum frekar en að flytja í reynd fréttir. Hvað finnst þér þá svona, það hefur verið talað mikið skautun og svona. Já. Hvað finnst þér réttrúnað? Það eru gjarnan, öfgasjónarmiðin sem að ráða umræðan í dag. Og þar sem að ég tel að meiri hluti fólks sé með miklu meiri núans og miklu balanseraðara heldur en í þessum öfgum. En við fáum einhvern veginn ekki að eiga það samtal vegna þess að við erum svo fljóta að setja merki með og draga fólki dilka. Halla Tómasdóttir, þú kærlega velkomin. Takk fyrir það. Hvað segirðu gott? Ég segi bara hljómandi gott. Það ekki? Hvernig annað hægt? Sólin skín eftir kalda daga, þannig að það ekki hægt annað en að vera brósandi glaður. Það voru í lofti. Það voru í lofti. Herðu, þú ætlar að bjóða þig fram til forseta aftur. Já, ég ætla að gera það. Af hverju? Já, það mikilvægt að svara þeirri spurningu. Ég hef sagt við marga að ég hef ekkert breyst frá því árið 2016 og ég hef aukið töluvert við mig af reynslu í þeim málum sem ég brenn fyrir og ég tel að við stöndum bara ótrúlega mikilvægum tímamótum sem þjóð og getum ef við förum af markvissu átaki í það byggt upp hér gríðarleg tækifæri fyrir okkar þjóð og okkar samfélag á þeim sviðum sem að ég hef persónulega alltaf haft áhuga á sem eru sjálfbærni eða tölum bara orkuskiptin og jarðvarmann og öll tækifærin sem geta myndast í kringum það og víðar í kringum jafnréttismálin þar sem að við stöndum framalega en ég hef sérstaklega mikinn áhuga á kynslóðajafnrétti því það eru svo miklar umbreytingar eiga sér stað núna. Ég tel að við sem að höfum áhrif núna þurfum að hugsa hvaða heimur býður barn okkar og svo síðast en ekki síst að þá tel ég að Ísland sé einstaklega friðsælt og samheldissamfélag og með mikinn sköpunarkraft og ég held að ef við okkur lánast að halda í þetta allt að þá býð okkur mjög stór tækifæri og mér langar til að einfaldlega gera gagn og leggja lið og nýta það tengslanet og þá reynslu sem að ég hef byggt upp yfir langan tíma en sérstaklega síðustu 6 ár þar sem að ég hef verið að vinna þessum málum á alþjóða vettvangi. Hvernig sér þetta fyrir í praktísku sjónarmiði? Þegar Jón Arnar Þór Jónsson hérna rétt áðan og hann sér fyrir sér, Baldur Þórhallsson talar líka þetta að aðkoma forseta eigi að vera meira, áhrifameiri og minna upp á punt eins og Arnar Þór sagði. Hvernig sér þú fyrir þér svona í praktískum atriðum? Sér þú fyrir þér að skipta þér meira af heldur en guðni eða minna eða jafn mikið? Ég held að það sé alltaf erfitt að bera sig saman við einstaka forseta því að hver og einn hefur gert margt vel og ég myndi frekar segja að það sé ýmislegt sem eiginlega læra af hverjum og einum heldur en bara að vísa í guðna. En ég vestfirsk og ég dugleg og ég vil gera gagn og láta gott að mig leiða þannig að ég væri ekki að gefa kost á mig nema vegna þess að ég teldi mig geta gert það. Og ég held að embætti geti skipt sköpum, bæði í því að hjálpa okkar samfélagi að vera eins sterkt og það mögulega getur verið, en líka að vera sterk í samfélagi þjóða, byggja til dæmis upp sterkt atvinnulíf til viðbótar við að styðja við íslenska tungu, menningu og listir sem að við höfum gert vel, myndi ég segja, og allir forsetar tekið það föstum tökum, en núna akkurat heimurinn bara í svo miklum umbreytingarfasa, að ég held að við áttum okkur kannski ekki alltaf á því sjálf, hvað heimurinn horfir mikið til Íslands á þeim sviðum sem að verið að reyna að leysa úr og þá ég sérstaklega kannski að vísa í orkuskiptin og allt í kringum hvernig við mætum orkunýtingu og náttúruvernd og tökumst á við þær flóknu áskoranir sem að felast þar stundum í andstæðum sjónarmiðum sem þurfa þó ekki að vera andstæð, hvernig við virkjum allan okkar mannauð til þess að vera að skapa þetta nýja samfélag sem að í raun allur heimurinn að reyna að skapa þessa dagana. Ég held að við Íslendingar erum einstaklega, hér atvinnuþátttaka kvenna meira en nokkru sinni, hér virkni í samfélaginu, það oft sagt Íslendinga að hvert og eitt okkar alist upp með 5 hatta eða með mörg hlutverk vegna þess að við erum svo fá, en staðreyndin að í alþjóðlegu samhengi horfir allur heimurinn til okkar á okkar styrkleika sviðum
En stundum getur verið að við þvælumst sjálf fyrir okkur í því að virkja þessa styrkleika til þeirra verðmæta sköpunar og þeirra samfélagslegu framfara sem að ég tel að býða okkar og við höfum sýnt síðustu áratugi að við erum hugrökk. Vorum fyrst til þess að kjósa konu sem forseta. Það sett okkur á heimskortið. Við vorum fyrst til að nýta jarðvarmann eins og við gerum og enn engin annar með tærnar þar sem við erum með hælana. Við höfum verið fyrst til þess að prófa ýmislegt nýtt og erum svona framsýn og víðsýn og þarna held ég að liggi gríðarleg tækifæri sem að við missum af ef að við ætlum að tosa í sundur þessi stóru mál sem við stöndum nú frammi fyrir og ég sé merki þess að við gerum það kannski meira heldur en að lyfta okkur upp úr dægurþrasinu og segja hvar eru stóru málin fyrir okkur Íslendinga sem að við eigum að stilla okkar áttavita í kringum. Hver eru þau gildi sem við ætlum að standa vörðum? Hver er svo framtíðasýn sem við ætlum sameiginlega að stefna á sama hvar við stöndum í samfélaginu? Geta Bessastaðir verið aðstóð og hjálp samfélagsins við að minna okkur á þessi gildi, við að hjálpa okkur að koma saman að ræða þau mál sem að núna eru kannski að draga okkur í dilka og geta Bessastaðir farið fyrir þessari framtíðasýn í samtali og samstarfi við sem flesta aðila í samfélaginu. Því að það er ekkert samfélag sterkt ef að við ætlum að vera að grafa skurði á milli hvers annars en samfélag sem byggir brýr og er tilbúin til að bretta upp ermar og horfa á sína styrkleika og vinna út frá þeim. Það getur náð ansi langt þó lítið sé og haft ansi mikil áhrif þó lítið sé. Og hvernig sérðu þá fyrir þér þetta hlutverk í svona praktísku eðli? Hvernig þú talar að við að vera minni dægutrassi, telurðu að þú verið svona pólitískur forseti, telurðu að þú munir hafa beina aðkomu í því að halda aðhaldi gagnvart stjórnmálamönnum í því að koma málum til framkvæmda? Ég myndi ekki nota orðið pólitískur forseti vegna þess að, og ég er þeirra skoðunar að það sé betra fyrir okkur að vera ekki með forseta sem að hefur eða fer sterklega fyrir sinni eigin pólitísku sín. Ég held að það sé betra að vera með forseta sem er tilbúin til að hlusta á alla hópa samfélagsins og reyna að hjálpa fólki að koma saman og finna sameiginlega samtals- og samstarfsfleti. Og ég myndi alltaf velja fyrst að vinna þannig. Kannski vegna þess að ég er kona, kannski vegna þess að það er bara mitt eðli. Ég trúi því að við séum sterkari þegar við vinnum saman. En ég er hins vegar alveg óhrætt við að nýta þá grein sem er í stjórnarskráni ef að til þess kæmi að það myndast gjá á milli þings og þjóðar, að þá er þessi 27. grein stjórnarskrárinnar en þá þarna og hún hefur verið sjaldan nýtt en var nýtt á mikilvægum tíma til dæmis í tíð Ólafs Ragnars og ég myndi vera óhrætt við að skjóta málum til þjóðarinnar ef ég teldi eftir viðtakt samráð að það væri gjá á milli þings og þjóðar, það væri verið að brjóta á einhverjum grundvallar málum sem að snerta og varða kannski næstu kynslóðir, hugsa Icesave og að það væri rétt í því máli þar að leiðandi að leyfa þjóðina að kjósum hvort að lögin yrðu á lögum. Ég kýs að kalla þetta málskotsrétt og trúi því að þetta snúist það frekar en að forseti eigi að vera að beita sinni skoðun. Þetta er málskotsréttur forsetans til þjóðarinnar. Þetta er eina hlutverki sem að þjóðin fær að kjósa í beinni kosningu fyrir ákveðna mannesku. Þannig að ég held að það að vera bæði að reyna að finna sameiginlegu fletina þar sem þjóðin vinnur saman og að vera öryggisventil í málum sem að kannski eru að valda okkur skada til lengri tíma litið, að gætu valdi skada og það sé mat flestra hópa í samfélaginu, að þá held ég að forseti þurfa að geta stigið í fæturnar með það. Telur að hafi verið slíkt, þar aðstæður hafi komið upp síðustliðin svona, hvað var að segja, 5-6 ár? Ég hef ekki séð kannski mál sem hafa verið að þeim toga sem Ólafur Ragnar beitti sér í eins og Icesave máli var, en þar taldi ég hann breyta rétt. Þar satt ég sem móðir og hugsaði börnin mín, 2, sem að þá voru ung og hugsaði hvaða rétt höfum við til að hafa okkur illa á okkar líftíma og skilja þá ábyrgð eftir á næstu kynslóðum. Og þar taldi ég bara rétt að þjóðin fengi að kveða úr í því stóra máli sem annars hefði lagt næstu því bara ómögulegar álögur á margar kynslóðir. Þannig úr ánað hvernig fór fyrir Icesave málinu? Ég er það, en ég viðurkenni alveg á þeim tíma og það er auðveldar að horfa tilbaka á svona mál heldur en akkurat þegar að fólk stendur í miðjum stormi. En það sem að mér fannst Ólafur Ragnar gera þá, hann var ekki að fara fyrir sinni skoðun eða sinni sín, hann hlustaði vel á þjóðina og það var fólk sem að vann mikið starf til þess að búa til þrýsting á að það yrði hlustað á þjóðina
Það voru margir sem óttuðust þetta skref, það hefði geta farið verð, það veit enginn alveg þegar það verið að taka þessi ákvörðun hvernig það fer og ég myndi segja almennt eru margir frekar samningsfúsir fyrst og að fyrsta skrefið eigi að vera að reyna að leysa úr því en hérna bara óeðlilega mikla áhættu sem aðilar taka og verða bara mínu mati að axla. Það er ekki að setja það á pínu litla þjóð og næstu kynslóðir þessarar þjóðar að einhverjir fara offari og taka of mikla áhættu í fjárfestingum eða lánveitingum til þessarar þjóðar. Það er meira að tala stundum Tóti íslensku leiðina núna í Afríku. Það sem mörg Afríkuríki bara hafa verið að fá, ef ekki að segja lán og svona einhvers konar fjármögnun á kjörum sem eru bara í rauninni glæpsamleg, margra 20% vaxtaprósenta á mörgum af þessum lánum og í einhverju tilfellum hafa þessar þjóðir fengið bara lán sem það ráð ekki við að borga tilbaka og ég heyri það í mínu alþjóðlega starfi að margir tala að fara íslensku leiðina, að það sé ekkit eðlilegt að það sé alltaf tekin afstæða með fjármagnseigendum sem taka áhættu, að þeir þurfi líka að axla þá áhættu. Þá veldi ég fyrir mér svona í alþjóðlegum skilningi, sko, núna heimurinn að breytast mjög hratt, við erum með stríð fyrir botni Miðjarðarhafs, við erum með stríð í Evrópu, lönd eru farin, Trump verður líklega kosin forseti. Ef kosið í dag. Ef kosið í dag, já, reyndar núna var ég reyndar að sjá. Það var að minnka munurinn verulega. Já, munurinn var að minnka. Já. Og Biden náði að halda mjög líflega ræðu nýlega sem hjálpaði eitthvað til. Já, en óháð því þá breytur heimur. Mjög svo. Og þú hefur verið svona að hafa það frammi í alþjóða samstarfi og sem að ég veit ekki hvernig mun koma til með að verða svona í framtíðinni út af því að eins og segi heimurinn svolítið að lokast. Hvernig sérðu fyrir þér að við höfum okkar málum, sko, út af því ég var að tala við Arnar Þór áðan og hann var einmitt að tala um það að það væri svona, að tala um þig og til dæmis Baldur í samhengi við það að það væri mikið svona alþjóðavæðingar tónn yfir svona ykkar aðkomu inn í þetta embætti og svona undanfarin ár. Hvernig sérðu fyrir þér hlutverk Íslands í svona alþjóða samstarfinu? Já. Ég veit ekki hvað Arnar sagði en þannig að ég get ekki alveg svara því kannski beint. Eina sem ég get sagt bara að lítil þjóð eins og okkar við þurfum á alþjóðlegu samstarfi að halda og ég held að margar þjóðir þó að sé ákveðin svona einangrunar þróun innan margra samfélaga þá ég ekki vissum að það sé til góðs né að okkur sé rauninni kleift að takast á við stórkostlegar áskoranir sem blasa við með því að einangra okkur. Þannig að ég myndi alltaf segja að við þurfum á því að halda. Hins vegar vil ég að Íslendingar velji frið frekar en að skipa sér í lið og ég held að það sé eina örugga ráðstöfun Íslands að gera það og ég hef mjög sterka sýn á þetta og myndi vilja tala fyrir því að við gerðum það og ég held að í rauninni búi svo mörg tækifæri hjá lítilli þjóð vegna þessara umbreytinga sem eiga sér stað hjá þessum stóru þjóðum því að við byggum við svona að það var einn póll í heiminum, Bandaríkin og þau voru svona dálítið að stýra og styðja við einhverja sýn og einhver gildi í heiminum. Þau gera það alla lengur með trúverðuleika fyrir ýmsa hlutasakir meðal annars það sem gerist á tímum Trump en ekki síst þeirra kannski beina aðkoma að stríðum. Að það er mjög erfitt og að þau geri það þannig að við erum komin í svona multipólar heim við vitum ekki alveg hvernig við að búa í þeim heimi og margir eru að í rauninni að takast á við það í dag en í slíkum heimi geta einmitt minni þjóðir og ég horfi kannski ekki síst til Norðurlanda staðið fyrir þetta nýja sem að ég trúi á sem hagkerfi og samfélög sem ákveða að setja veljaðan fólks og umhverfis og samfélags og kjarna það í hvernig sótt fram og ég tel að Íslendingar standi þar með þeim fremstu í heiminum og það sé margt sem að við getum bara sýnt heiminum þannig að við þurfum ekki endilega að vera út allan heim sem Íslendingar að sýna öllum hvernig á að gera hlutina en við getum tekið föstum tökum á okkar styrkleikum hér heima og sýnt í rauninu heiminum og fengið til samstarfs alþjóðlega aðila. Ég ekki hrædd við að vinna með alþjóðlegum aðilum þó að heimurinn sé að breytast en allir að reyna að velta fyrir sér til dæmis hvernig verður til rafmagnsflug. Hér allt innanlandsflug klukkutími eða þar bil. Það eru komin tækni sem að getur gert okkur kleift að vera fyrst í heimi til þess að vera með allt innanlandsflug rafmagnsvætt. Það eitthvað sem að við myndum
geta séð sem tækifæri til að fara í. Við erum búin að vera í áratugi fremst í jarðvarma. Það eru allir að reyna að finna hvað kemur til viðbótar við sólarorku og vindorku og jarðvarminn og varmadælur eru þar stór. Ég er píparadóttir, kannski gott að taka það fram. Ég hef áhuga á jarðvarma og varmadælum og svona, hvað ég að segja, bara að búa til bæði menntun og sóknarfæri á þeim sviðum. Ég held að það sé gríðarlega spennandi fyrir okkar samfélag. Því skildi ekki verið einn öflugasti jarðvarmaskóli heims hér þegar Afrika, Ástralía, Amerika, Asía eru öll að reyna að leysa það mál. Það þarf ekkert mörg svona mál til þess að búa til spennandi atvinnutækifæri hér og ég held að þau verði meira spennandi heldur en að loka okkur af frá umheiminum. En ég er til dæmis ekki, þó að það er stundu verið sagt að ég sé Evrópusinni, ég er fylgjandi alþjóðlegu samstarfi en ég tel að það sé mál sem þjóðin á bara kveða úr þá enginn forseti að koma á Bessastaði og hafa skoðun með eða á móti Evrópusambandi, forseti á að hlusta á þjóðina sína og vera málsvari þess að þjóðin fá að segja sitt síðasta í svo stóru málum eins og það. Þannig að en ég er fylgjandi því að við hefum gott samband við Norðurlönd og Evrópulönd og Bandaríkin og Kína og Indland og Afríku og ég held að það séu gríðarleg tækifæri fyrir okkar þjóð að vera hlutlaus þegar kemur að stríðum. En vera sókndjörf þegar kemur að íþróttum, listum, menningu og atvinnulífi og gera það þá í samstarfi við þá bestu því að fólk horfi til okkar og finnst við standa afar framalega á þessum sviðum sem að flestar þjóðir eru núna að reyna að leysa úr. Já, mér langar að koma mitt inn á orkumálin og kannski loftslagsmálin aðeins á eftir. Já. En fyrst þú skýtur þér hvað fannst þér það nú viljast við vera í fjármagna skotvopn í stríðinu í Úkraínu? Hvað finnst þér um það? Þetta kom mér mjög óvart og í rauninni kom það mér mjög óvart að það væri ekki mál sem að væri einhver aðkoma eða umræða áður en það gerðist. Ég verð að viðurkenna það fyrir mitt leyti að bæði hef ég séð tölur þetta en líka bara í samtölum við fólk allt land að þá hef ég ekki ennþá hitt fyrir fólk sem að finnst að þetta sé rétta leiðin fyrir Ísland. Nei, ég einhvern veginn held að við værum ekki í þessu. Ég allavega svona alltaf þegar var verið að ræða ég veit ekki hvort það hafi verið í sambandi við kjarnorkuvopn en þá náttúrulega mátti ekki koma inn fyrir landhelgina ákveðin svona stóreiðingavopn eða gjöreyðingavopn. En svo allt í einu kom þetta og það var bara allt í einu. Ég held að þetta hafi komið flestum á óvart. Ég heyri það bara í mínum að því að í framboði fer maður víða. Og ég heyrði það hvort sem það er að hitta ungt fólk eða eldra fólk hér á höfuðborgarsvæðinu eða núna á Vestfjörðum Páskahelgina að þetta er eitthvað sem að fólk átti ekki vona og margir höfðu jafnvel ekki heyrt af en þeir sem höfðu heyrt af það kom þeim á óvart og ég verð að segja að mér finnst að Ísland eigi að axla sína mannúð og mennsku og styðja við á þeim sviðum en að eiga beina aðkomu að vopnakaupum er eitthvað sem að ég tel beinleinis hættulega ákvarðun fyrir okkur. Myndirðu telja að forseti ætti að grípa inn í svona ákvarðanir? Já, það er afskaplega erfitt að sjá hvernig það myndi eiga sér stað formlega í þessu máli því að hér er ekki að ræða frumvarp sem að forseti gæti vísa til þjóðar eða slíkt eftir því sem ég kemst næst. En ég held að forseti geti vakið máls að því að við eigum að velja frið. Ég segi stundum söguna því ég var 17 ára gömul skiptinemi í Bandaríkjunum í Evansville, Indiana og það vildi þannig til að á afmælisdaginn minn hittust hér þjóðarleiðtogar stórveldan á þeim tíma, Reagan og Gorbachev og ég var beðin að koma í viðtal í sjónvarpinu Ísland, íslenski skiptinemin á svæðinu að tala þetta. Þetta er í tíð Vigdísar sem forseta og það birtast myndir á öllum sjónvarskjám af konu í rauðri kápu gangandi á milli svarthvítra mynda af Reagan og Gorbachev þar sem að þeir einhvern veginn er að byrja samtalið að enda kaldastríðið. Þannig að við einhvern veginn stemplum okkur inn í alþjóðlegum huga sem staður þar sem fólk hittist til að byrja að tala frið að mínum mati þarna. En það er nú svolítið fyndin saga. Ég undirbjó mig mikið sem píparadóttur og ætlaði að ræða þarna jarðvarmann og hvernig við hituðum húsin okkar og kvennorkuna og hvernig við værum með konur sem forseta og konurna sem hefðu farið í frí og ég ætlaði að segja margar sögur og var nú ekkert orðin svo sleip í enskunni þarna, var bara búin að vera í nokkra vikur í landinu. En eina spurningin sem ég fékk á þeim tíma var
trúa Íslendingar virkilega á álfa og huldufólk. Það var eina sem kom í gegn og hugsaðu hvað við höfum farið langt síðan, þetta árið 1986. Í dag, alveg sama hvert ég fer, þá talar fólk Íslendinga og sjálfbæra orku, Íslendinga sem friðsæla þjóð, framsýna þjóð með frábæra hljómsveitir og listamenn og menningu og alveg ótrúlegir í íþróttum, margir sem þekkja okkur af því að vera bestu fylgjendur fótboltaliðs í heimi og allir tala okkur sem jafnréttisþjóð og framsýna þjóð í svona, hvað var að segja, mannréttindum og þessum mennsku gildum. Ég held að það sé hvergi í huga fólks að Íslendingar séu beinir þáttakandur eða ég beina aðkomu að stríði. Nei. Ég held að það sé ekki hugan eins hvorki innanlands nýja séð utanfrá. Nei, þessum er þetta alveg áhugavert. Þetta myndi ég klárlega ávarpa. Það myndir ávarpa þetta. Þá langar maður að koma inn á orkumálunum. Þú hefur verið svona áberandi í loftslagsumræðum, ekki bara hér á landi heldur líka erlendis, þar sem þú hefur haldið eða komið á TED-fyrirlestra og haldið TED-fyrirlestra. Þegar nefndir svona rafmagnsvæðinguna og jarðvarmann og fleira því líkt. Ég hef verið að ræða eins orkumálin undanfarið og tala við Eld Ólafs og Þór Gunnarsson og fleiri og náttúrulega Gulla og aðra, þar sem við höfum einmitt rætt hvaða forsendur þurfa að vera fyrir hendi til þess að við förum yfir í algjöra rafmagnsvæðingu. Það er ég ekki að tala bara hér á landi, heldur erlendis líka. Og þú talar til dæmis að rafmagnsflugvélar og jafnvel skipaflutninga. Freka vetni þar myndi ég segja skipaflutningunum, grænt vetni. Já, en það er náttúrulega, þú setur háð ákveðnum takmarkunum ekki bara tæknilega getu heldur líka eins og fágætismálmum og fleira því líkt. Út af því að það hefur verið mikið talað þetta og málefnin varðar loftslagsmálin hefur tekið einhverjum breytingum undanfarið. Þá sérstaklega eins og Václavs Mill hefur bent á að 50% af allri matvælaframleiðslu hefur rætur rekja til jarðefnaeldsneytis og ef við farum að reyna að taka það út fyrir sviga þá myndi í rauninni ríkari löndin fá sín matvæli en aftur á móti myndi lönd eins og þróunarlöndin í Afríku og annars staðar svolítið sitja á hakanum. Þannig að það eru forsendur sem taka svolítið á. Heldur betur. Hvað finnst þér svona heilt yfir loftslagsmálin þegar þú hefur farið á COP ráðstefnunar? Já. Ég sá viðtalið við COP26 minni mig, finnst þér eitthvað hafa breyst frá því að það var? Ég held, þetta er svo stór málaflokkur en bara til að kannski hafa smá bakgrunna þá ég sem sagt forstjóri alþjóðlega samtaka sem heita B-Team og B-Team er stofnað fyrir rúmum 10 árum síðan í rauninni af forstjórum stærri fyrirtækja og fyrirverandi þjóðaleiðtogum og mannréttindar frömuðum sem hafa verið að vinna að það er til dæmis merkilegt að segja frá því að stjórnarformaðurinn er þegar ég ræði mig til samtakana fyrir 6 árum síðan forstjóri Unilever sem er eitt stærsta neytendavörufyrirtæki heims og varaformaður samtakana er þá alþjóðlegu leiðtogi verkalýðshreyfingarinnar. Þannig að samtökin eru dálítið sérstök að þau byrja á að vinna svona þvert á kannski hópa í samfélaginu strax á upphafi og það er að fyrsta markmið var að hjálpa til við að lenda Parísarsamkomulaginu árið 2015. Það var eiginlega fyrsta stóra verkefni sem þessi hópur vann saman að því að Christiana Figueres sem var þá diplómatinn frá Costa Rica sem fékk þar hlutverk eftir að það hefði gengið illa að ná samkomulagi þjóða í Kaupmannahöfn nokkrum árum áður að hún fer fyrir því samkomulagi og ákveður að þessi orkuskipti og þessi umbreyting sem við erum að fara í gegnum verði að vera réttlát gagnvart fólki og þá við fólki í Afríku og annar staðar sem er ennþá háð jarðefniseldsneytis og verði að vera skynsum efnahagslega þannig að þetta sé rétt fyrir fyrirtæki og samfélög að gera. Og þarna bara byrja strax alveg ótrúlega erfiðar togstreitur ef við erum bara alveg heiðarleg. Hvernig eiga þessi umskipti eiga sér stað á réttlátan máta? Og ef ég byrja bara á efnahagslegu rökunum og ég held að sé ákaflega mikilvægt að fara í þau að þá er sólarorkan og vindorkan núna hagkvæmari heldur en jarðefniseldsneytið. Bara stjórnvöld er að niðurgreiða svo mikið jarðefniseldsneyti. En ef það væri ekki gert að þá væri það hagkvæmara fyrir okkur að fara í sólarorkuna og vindorkuna. Ég tala nú ekki jarðvarman þar sem að það á við og þá sérstaklega kannski að breyta húsum og hvernig við kynntum hús að nota þessar lágvarma dælur sem að geta kynnt flest hús í Evrópu og Ameríku og víðar en þarf að fara í umbreytingunum.
Og þá stendur hnífurinn þannig að við vitum að efnahagslega þetta skynsamlegt og við vitum svo að við tölum réttlæti að það alveg ljóst að næsta kynslóð mun finna fyrir því ef við gerum þetta ekki nógu hratt. Það verða bara ekki sömu lífskjör ef það verður lífvænlegt og náttúran og allt mun bíða tjóns, þannig að það ákveðið réttlæti þar. En það líka ákveðið réttlæti sem þarf að hugsa hvað gerist í Afríku eða Suður-Ameríku eða Suðaustur-Asíu þar sem að stór hluti starfa og lífskjara eru byggða á að nota jarðefniseldsneyti og hvernig finnum við nægilegt fjármagn á réttlátum kjörum til þess að fjármagna þessa umbreytingu á þeim hraða sem að líklega væri best fyrir næstu kynslóð eitt stæðsta verkefni sem við erum að fást við núna. Því það ekki að efnahagslegu rökin eða viðskiptalegu rökin séu ekki til staðar. Það meira það að við teljum okkur ekki eiga fjármagni til eða geta boðið á réttum kjörum til þeirra sem að verstur að verða fyrir barðina á loftslagsbreytingum núna. Þannig að þessi loftslags réttlætismál, þau eru flókin og ég ætla ekki að segja að ég sé með einfaldar lausnir í því. En lausnin sem að við höfum ákveðið að svona halda á lofti hjá B-Team að þetta ekki verkefni sem að stjórnvöld ein og sér geta tekið að sér. Og loftslagsráðstefnunar, svoköllu COP-ráðstefnur, það eru stjórnvöld sem sitja á bak við svört tjöld og ræða þessi mál. En í auknum mæli viðskiptalífið að koma á staðinn og þar býr kannski frumkvöðla andinn og sköpunarkrafturinn til þess að leysa margvíslegan vanda sem enn blasir við í þessu, hvort sem það fágætismálma eða hvernig við komum með betri batteritækni eða hvað annað. Og svo auðvitað það sem við köllum bara samfélagið eða ef að segja næsta kynslóð eða aktivistarnir eða almennir borgarar og hvernig þeir fá að koma að þessu málum. Því í dag erum við víða í stríði innan samfélaga annars vegar þá sem að vilja berjast fyrir náttúruvernd og þeirra sem að vilja berjast fyrir hreinni orku og svo stjórnvöld sem stundum taka sér alltaf 8 ára að gefa leyfi fyrir þeim nýjungu sem við veitum að við þurfum á að halda. Þannig að við hjá B-Team höfum verið að nálgast þessi verkefni, við erum til dæmis búin að vera að vinna í Evrópu eftir að Putin réðst inn í Úkraínu og orkukrísan þar kom að leiða fólk saman. Eitt af þeim verkefnum sem kom fram í því ferli að Danir sem eru dálítið betri en við á Íslandi stundum í langtíma áætlunum og þeir ákvaða að taka sína fjárfesta, lífeyrissjóðina, sitt atvinnulíf, sína háskóla og sín stjórnvöld saman inn í ferli þar sem að þeir eru byrjaðir að byggja eyju af vindmyllum og ætla að byggja eyju til að búa til grænt vetni hliðina og ætla sér að vera stór orkuútflytjandi úr Norðursjó til Evrópu og leysa orkukrísuna að Evrópa verði ekki eins háð Putin og kannski hans stuttlungum. Þetta mjög góð leið til að takast á við að stríð séu ekki lengur í boði. Þetta líka efnahagslega mjög skynsamlegt fyrir Danmörku og þannig þeir að nýta eingöngu hugvit sitt í rauninni og að gera það með frábærum hætti. Með svipuðum hætti við að reyna að vinna í Afríku, þá með fólki sem í Afríku að hugsa hvernig leysum við læðingi fjármagni til að geta farið í sólar orku á heimili og svona smá orkuvirkjanir sem tengja samt einhverju neti þannig að það sé hægt að minnka kolefnis eða jarðefnis eldsneyti og þar með talið kolefnisspor. Nú ég örugglega komin út í allt og mikil smáatriði en ég veit mjög mikið þessi mál akkurat. Og ég brenn fyrir þau vegna þess að kynslóða jafnrétti mér ofalega í huga. En Tóti, ég ætla ekki að segja að þetta séu einfaldar áskoranir en í þeim felast stór tækifæri fyrir þá sem ákveða að vera í fararbroddi og þar tel ég okkur Íslendinga eiga að vera. Já, þá langar maður að spyrja ég myndi eflaust því að mjög margt sem langar segja hana og svona ýmsar hugleiðingar sem komið upp en út af því að við erum að tala um forsetaembættið sérðu fyrir þér að forseti eigi fyrst og fremst að vera að berjast fyrir hagsmunum Íslands hvernig sérðu það fyrir þér út af því að þú talar rosalega mikið um alþjóðamálin ég held að risastór forsenda fyrir því að skipta út jarðefnaeldsneyti ekki bara það hvernig við kynntum húsendil líka matvælaframleiðslu varðar ammóníak og fleira sem að bæði matar og tískugeirinn og allt þetta þarf að breytast verulega og unnin áburður, ég held að þann sé núna 2% í Afríku, ég held að þeir munu koma til með að vilja sjá meira af honum sem að náttúrulega hefur bein tengsl við ammóníak og gas en og það verðum að tala um hagsmuni Íslands. Já, ég held að mjög margir myndir spyrja sig eftir þessa ræðu er hún að fara að berjast fyrir einhverju svona alþjóðamarkmiðum er hún að fara að berjast fyrir hagsmunum Íslands? Hvernig myndir þú svara því? Ég bara svara því mjög skýrt að forseti hér til þess að vinna með íslensku samfélagi og tryggja og tala fyrir hagsmunum Íslands alltaf.
en ég er bara að segja að viðskiptatækifærin eru stór í heiminum fyrir og menningarleg og samskiptaleg tækifæri eru stór. Ég sé fyrir mér hluti eins og að við getum til dæmis verið staður mennta í þessum málum, við getum kennt það sem við erum búin að læra og gera hér. Það held ég að sé mjög áhugavert sóknarfæri. Ég kom að uppbyggingu Háskólans í Reykjavík og tel okkur þar hafa byggt upp skóla sem hefur haft mikil og jákvæð áhrif á samfélagið, meðal annars kenndum við mikið frumkvöðla og nýsköpun í þeim skóla sem að þá var nýjung og ég tel að það séu tækifæri fyrir háskólana að vinna saman að því að mennta fleiri sem er að vinna í þessum orkuskiptimálum og þessum stórum málum hér heima og þar verði til tækifæri hér heima og sé þetta vera útflutningsverðmæti í hugviti og menntun. Við byggðum að hluta til Háskólan í Reykjavík upp á því að eiga góð samskipti við kennara og aðra háskóla. Þannig að ég er fylgjandi alþjóðlegu samstarfi og að skilja hvernig heimurinn er og ég held að alþjóðlegu tengsl skipti mjög miklu máli til að styðja við listir, menningu og atvinnulíf á Íslandi. En hagsmunir Íslands eiga að vera og eru starf forseta Íslands. Já, það er velti fyrir mér sko. Það er við erum að fara að sjá fram á töluvert lokaðari heim að ég tel og ég held að þessi þróun sem við erum búin að sjá undanfarin ár sé bara byrjun á einhverju miklu stærra því miður og ég held að hlutinni verði, maður á alltaf að vera bjartsýn en ég held samt einhvern veginn að sko það er svo a lot of moving pieces, ég veit ekki hvernig á íslenska það eru margt að breytast og margt að hreyfast og ég held að það muni bara koma til með aukast, þannig ég held að við erum að vera vakandi einmitt fyrir okkar eigin hagsmunum. Það er ákveðin svona einokunarstefna. Hvað sko svo við förum aðeins aftur bara til Íslands. Núna eru stjórnmálin í ákveðnum hnút. Ríkisstjórnin er sprungin, ég ætla ekki að láta þið taka afstöðu til þess samt að því að það er alltaf ekki eldfint en mér finnst það náttúrulega að vera sprungin og þetta er orðið mjög þungt andrúmsloft sko í því þegar það kemur ákveðin svona, ég ætla ekki að segja þetta sé stjórnarkreppa ég myndi segja þessi stjórnarkreppa, ég ætla ekki að segja að þú en að bera það fyrir þig heldur finnst þér að sko aðkoma forseta eigi að vera meiri núna til mig, sérðu fyrir þér sko við svona ákveðna aðstæður að forsetin verði og taki að sér ákveði framkvæmdavald? Ég held að forseti eigi að virða að hér er þingræði. En þannig að ég held, en það er engin vafi að eitt hlutverk forseta, við rættum málskotsréttin áðan að eitt hlutverk forseta er stjórnarmyndunar umboðið. Og það getur alveg reynt á það og hefur reynt á það hjá fyrir forsetum og ég held að það skipti máli að forseti eigi reglulegt og gott samtal við þá aðila sem að sitja í og jafnvel utan stjórnar. Ég held að forseti þurfi ekki að takmarka sitt samtal við þá sem að starfa á vettvangi stjórnmála við stjórnarmyndunarumboðið. Og ég held að sem forseti myndi ég hafa, bæði myndi ég gjarnan vilja koma að gagni og kannski hitta fólk óháð formlegum fundum til þess að ræða ýmis mál sem eru hér í gangi í samfélaginu. Ég nefni sem dæmi, ég nefndi þetta dagina því að ég er móðir og á 22 og 20 ára gömul börn. Dóttir mín er að læra sálfræði og hefur sagt að 8 af hverjum 10 ungu fólki sé að kljást við andlega erfiðleika. Ég hef séð það og við erum að sjá rannsóknir það að heilsa, svona andleg heilsa ungs fólks sé versnandi þráttur að við séum eina hamingjusömustu þjóðum í heimi. Þetta er eitthvað sem ég myndi vilja ávarpa og þá staðreynd að hér eru 60-70.000 manns á geðlyfjum en samt eru við hamingjusamasta þjóðin. Það er heimsmet í geðlyfjanotkun ef að rétt er og ég held að þetta sé svona mál sem að ég myndi hafa áhuga á að ræða við ráðamenn, við stjórnvöld og segja hvað er hægt að gera, get ég hjálpað? Getum við farið í eitthvað samtal og átaki kringum áhrif samfélagsmiðla á andlega heilsu ungs fólks? Getum við gert eitthvað í að vekja athygli á öðrum leiðum til að vinna með sjálfan sig heldur en að taka geðlyf? Getum við hjálpað fólki? Ég held að, og þarna nefni ég kannski eitthvað sem einhverjum finnst saklaust, en ég er þeirra skoðunar að andleg heilsa okkar sem einstaklinga verður andleg heilsa samfélagsins. Og einhverju leiti held ég kannski, hvort sem að þú kallaðir það stjórnarkreppu, ég ætla ekki að nota það orð, en að einhverju leiti held ég að svona
Það að við höfum kannski ekki unnið nægilega vel í hvernig okkur líður sem einstaklingum og þar alveg andi sem samfélagi eða sem þjóð, við höfum kannski ekki verið að vinna nægilega uppbyggilega með það og þar held ég að forseti geti lagt eitthvað að mörkum og þá held ég að allt gangi betur í samfélaginu. Þar með talið samstarfi á stjórnarheimilinu, þar með talið samstarf á milli stjórnvalda, atvinnulífs, Bessastaða, Rauða krossins, þeirra sem að vinna í stórum áskorunum sem að við erum nú að tósast á í samfélaginu í vaxandi mæli. Þannig að ég sé embætti fyrir mig sem virt embætti að láta sig varða samfélagið og þora að leiða fólk saman til samtals og samstarfs en það virðir þingræðið og ég held að það sé mikilvægt að gera það en axlar þá ábyrgð sem felst í málskotsréttinum í að gefa frá sér stjórnarmyndunar umboð og svo myndi kannski einhver segja að árið 2016 hafi reynt á hvort að forseti geti rofið þing eða orðið við beiðni forsetis ráðherra hvort að rjúfa eigi þing. Það eru kannski áhöld það ennþá en þarna held ég að forseti eigi ekki að mæta á Bessastaði með fyrirfram mótaðar skoðanir heldur eigi að hlusta vel á alla hópa samfélagsins og eigi að leita ráða óhyggjað, ekki að halda hún eða hann hafi öll svörin, leita ráða óhyggjað í þeim erfiðu málum sem kunna að koma upp og þá að fara varlega með þessi völd sem í stjórnarskráni. Og ef þú spyr mig hvort ég hefði kosið að þing hefði endurskoðað kaflan forsetan og jafnvel eitthvað fleira í stjórnarskrá og þá svarið, einfalda svarið við því já. Og ég tel að það hafi þingið og ég tek undir með Guðna þegar hann sagði það á svona föðurlegum nótum að hann telt að þar hefði þingið brugðist okkur og ég bara tek undir með Guðna. Þannig að þú styður nýju stjórnarskrána? Já, ég held að það sé allavega ljóst að þar hefur ekki verið hlustað á vilja þjóðarinnar og það einkennilegt verkleysi að hafa allavega ekki þá komið því í eitthvað farveg og mér sérstaklega umhugað kaflanum forsetan. Við sjáum það núna að það komin upp staða vegna þess verkleysis sem ekki æskileg og ég held að það sé alveg ljóst ef að það átt að halda áfram að vera með 1500 undirskriftir sem að í sjálfu sér hægt að færa rök fyrir að það sé auðvelt að bjóða sig fram þá hefði að minnstakosti þurft að ræða hvort það ættu þá að vera ætti að kjósa tvisasinnum eða nota ískuleiðina og raða í röð á kjörsæli þannig að við séum með meiri líkur á því að fá forseta sem að nýtur góðstuðnings þjóðarinnar. Ef þú verður forseti, ætlar að beita það fyrir því að nýja stjórnarskráin verði leidd til lykta? Það verkefni á vettvangi þingsins og þingið, það klárlega verkefni sem þar en myndi ég mæla fyrir því að kannski í einrúmi frekar en í alrými. Við erum bara tvö hérna. myndi ég mæla fyrir því að þingið hunsaði ekki það mál og þau mál. Ég myndi gera það. Ég held að það sé ákveðin svona brestur í samfélagsáttmálanum að ekki hafi verið tekið á þeim málum í takt við vilja þjóðarinnar úr því að farið var af stað með það verkefni. Þá held ég að það þurfa að leiða það til lykta en ekki bara sópa því undir teppi. Ekki sópa undir teppi. Hérna, þegar þú talar ég var að skrifa pistil núna fyrir skömmu og þar var ég að tala símanótkun sem að mér finnst einmitt vera kannski svona verkefni sem að forseti gæti tekið að sér að svona ég þóla ekki orðið vitundavakning en ég ætla að nota það samt hérna þar sem að átak þar sem að við myndum reyna að takast á við þau vandamál sem hafa fylgt snjallsímum og mér hefur alveg fundist mjög einkennilegt að allir virðast virðast áskynja það hversu vond áhrif þessi samfélagsmiðlar hafa á geðheilsuna samt gerum við sáralítið í því að reyna að takmarkana og sérstaklega takmarkana fyrir ung börn og ég einmitt búin að ræða það mín kynslóð er líklega síðasta kynslóðin sem mun alast upp sem úrlingur vitandi það hvernig hlutinir voru fyrir og eftir snjallsíma hvað finnst þér að sé hægt að gera þetta? Þú talar þetta eins og við erum með heimsmet í lyfjanotkun og við notum alveg ótrúlega mikið við söfnum nægilega mikið að myndefni á krökkunum okkar til þess að uppfylla heila heimildamynd vikulega. Birtum það án þess að vita hvaða afleiðingar það kunni að hafa síðan meir. Hvað finnst þér þetta? Símanótkununa, þunglindið, síversnandi horfur varðar árangur barna í grunnskóla. Hvað finnst þér að þurfa að gera hér? Hérna held ég að sé risastórt verkefni sem einmitt Bessastaðir gætu átt
forystu eða verið virkur þáttakandi með öðrum, því að mér finnst aldrei þreytandi þegar við erum að tala um þessi mála, við viljum alltaf benda á eitthvað, við bendum á kennara, það þeim að kenna að strákar lesi sér ekki til gagns, meðan foreldrar kannski gleyma að horfast í augu við sína ábyrgð eða samfélagið og notkun á samfélagsmiðlum sé tekið tilliti þess og ýmislegt annað. Það sem að mér er alveg ljóst að þetta er alveg margþátta vandi og hann er alvarlegur. Því andleg heilsa, ef að dóttir mín hefur rétt fyrir sér, þá er 8 hverjum 10 ungu fólki, hún er 20 að kljást við einhver vandamál, misalvarleg. Það er nýkomin út bók eftir sálfræðiprófessor við New York háskóla sem heitir The Anxious Generation eða kvíðakynslóðin. Hann skrifaði reyndar áður bómullarkynslóðina þessi maður og talaði um að við hefðum glemt aðeins að ala upp seglu í börnunum okkar og ég held að hann hafi svolítið til síns máls þar. Já, Jonathan Haidt, frábær, virkilega gaman að hlusta og mæli með að hlusta á hann í mörgum hlaðvörpum og lesum hann. Hann er búin að taka mörg svona samfélagsmál föstum tökum og fá umræðina á stað. Þar er hann að benda okkur á staðreyndir eins og að ungar stúlkur eru allavega 20 tíma á viku, þeir eru í hálfri vinnu á samfélagsmiðlum og þetta er náttúrulega ótrúlega mikil notkun og allt bendir til þess að allir svona vísara vellíðan hafi versnað vegna þessa og þetta er allt frá því að finnast þær aldrei vera nóg í það að finnast þær í rauninni einmannaleikin eykst, við höfum aldrei verið betur tengd en aldrei meira einmanna. Hjá strákunum erum við að horfa á að áhorfa á klám hefur aukist, jafnvel, komið til að það séu svona áhrifavaldar í þeirra lífi sem að gera það að verkum að þeir séu bara komnir eiginlega út úr öllum eðlilegum samskiptum við annað fólk sem eiga sér stað í eigin persónu sem er okkur lífsnauðsynlegt. Ég segi gjarnan að það séu 3 tengsl sem að verða að vera í lagi í lífinu, tengslin við þig sjálfan, tengsl við aðra og svo tengslin við það sem þú ert að gera við lífið þitt og þarna virðist allt þetta að vera daldið að í hættu. Þannig að vanlíðanin er að aukast, andlega og jafnvel líkamlega, af því það eru auðvitað nátengt og svo er samfélagslega líðanin líka að versna og mér langar að ávarpa eitt sem að ég hef mikinn áhuga og myndi vilja reyna að gera mínu fyrsta verki, því ég forseti, að það er að tala um hvernig við tölum við og hvert annað. Því að í samfélagi sem að hrópar eða jafnvel öskrar í hástöðum á lyklaborðinu á hvort annað, að það er rosalega erfitt að leysa stórar og flóknar áskoranir með þeim hætti. Það sem pólarnir hafa hæðst og ég vil meina einhvers staðar á milli 70 og 95% manna eru nokkuð sammála en fá bara einhvern veginn ekki andrými fyrir eða finna jafnvel ekki hugrekki til þess að tjá sig því það er bara settur merkimiði á alla sama hvað þeir segja og svo vandratað að eiga alvöru samtal og takast á við stór og krefjandi verkefni í þessu andrúmslofti. Þannig að ég held að þetta með samfélagsmiðlana sé mjög stórt og svo síðast en ekki síst vil ég bara nefna, mér þykir það ótrúlegt að þau fyrirtæki sem að reka þessa samfélagsmiðla hafi ekki axlað meiri ábyrgð og hafi fengið að komast upp með það og þar hafa til dæmis hefur bandaríska þingið alls ekki staðið sig því þar hafa verið ein lög sem hafa veitt til dæmis Facebook og þessum fjölmiðlum, því að þetta eru fjölmiðlar í dag, þar sem flestir taka inn sína fréttir, leyft þeim að komast upp með í rauninni að vera undanþegnir ábyrgð sem að fjölmiðlar hafa þó enn. Og ég vil líka aðeins benda á fjölmiðla, ég veit að þetta er ekki endilega vinsælt að segja þetta, en fjölmiðlar eru bara allt og mikið að taka upp fréttir af samfélagsmiðlum frekar en að flytja í reynd fréttir. Og það held ég að sé líka mjög hættuleg þróun, þannig að flestir sem að láta sig varða andlega heilsu, ég þar með talið, eru farin að takmarka bara af eigin frumkvæði tíman sem að þú verð á samfélagsmiðlum og jafnvel í áhorfi eða hlustun á fjölmiðla. Já, ég held að þurfi líka að verða einhvern svona menningabreiting og sko þetta því að ég tel að þú talar um að við eigum ekki að vera að benda fólki, ég er alveg sammála sko, við þurfum líka samt að vera að horfa bara á hvernig sko hvaða hvatar liggja á bak við þau kerfi sem við erum með hverju sinni, ég tel að menningarlega þurfi það til þess að við þurfum að gera okkur grein fyrir því að þú verður heimskur á því að vera á TikTok allan daginn, þú verður mjög takmarkaður einstaklingur því miður ef að þú ert allan tíman á þessum samfélagsmiðlum að birta myndir af þér á Instagram og hérna á TikTok allan daginn. Ég ætla ekki að láta það alltaf með hinga. En hérna þú... Já, ég ætla allavega að segja að þegar ég ólst upp að þá lásum við mun meira og vorum líka mun meira án sjónvarps og samfélagsmiðla og ég er vissum að það gerði okkur gagn. Já, og líka bara einhvern veginn, þú veist, að sjálfsögðu. Þú horfir á 2 myndbönd sem að þurfa að grípa þig á 2-3 sekúndum í rauninni slátra
athyglisspennunni þinni og hefur breytir heilanum þínum og og elurðu upp á dópamín og þetta er hannað sem eins og fíknefni í rauninni og það er það sem það er hannað að mönnum sem að sko voru það við það að sinna því að búa til spilakassa í Las Vegas. Já, það er bara Þannig svona. að þetta Og er að það alveg sem ég augljóst. bjó í nokkur ári í Las Vegas, ég var mannustjóri hjá Pepsi og var staðsett þar, að þá þekki ég það að þar voru 4 af hverjum 10 starfsmönnum í verslunareiningum Mars fyrirtækisins á þeim tíma í rauninni fíklar, alveg óháð því hvort að hvenær þau höfðu kynst spilakossunum, því þetta er hanna til að gera það fíkla. Ég held þetta sé mun stærra á samfélagsmiðlunum. Við vitum líka að til dæmis á Facebook eru 9 af hverjum 10 fréttum hatur, ofbeldi eða lygi. Þannig að eigum við aðeins að ræða það að bara 1 af hverjum 10 fæslum sem við sjáum er hatur, ofbeldi eða lygi. Og við þurfum auðvitað fyrst, held ég, Tóti, að spyrja okkur hvernig eru við að ganga fram á þessum miðlum, því að við erum fyrirmyndin sem börnin læra af. En við eigum auðvitað að hugsa okkur mjög vandlega hvenar börn fá aðganga samfélagsmiðlum. Jonathan Haidt mælir með ekki fyrir 16 ára. Hvenar þau fá þessa svokölluðu snjallsíma, hann mælir með að þau fái bara þessa venjulegu síma ef þau þurfi að hafa síma og er með alls konar svona reglur. En það sem að ég held að sé svo erfitt, að það er eitt að ráðleggja hvað við ætlum að gera gagnvart börnunum okkar. En ef við getum ekki verið betri fyrirmynd sjálf, að þá er ólíklegt að börnin hafi ekki eftir okkur það sem að við erum sjálf að gera. Já. Og ég rætti nýlega við góðan vin sem er að skrifa þetta bók, þar sem að afinn breytist í tröll, sem að unga barni sér allt í einu afa sinn á samfélagsmiðlum talandi eins og tröll og trúir ekki að þetta geti verið afi sinn, en það er nefnilega alveg ljóst að á endanum eru börnin okkar að sjá hvernig við tölum, hvernig við göngum fram, í hvers konar orðræðu við tökum þátt og við sem gefum kost á okkur í forsetaframboði eða bara við sem gefum kost á skoðunum okkar, við sem að viljum eiga samtal eitthvað sem skiptir okkur máli og gera það að virðingu, við þekkjum öll hvað það þýðir. Já, það er einmitt verið sko, út af því við erum að tala um forsetakosningarna, þá erum búið að tala um að maki Baldurs, hann Felix hafi verið einmitt, sko, ég fer ekki honum það út af því ég sko verð sjálfur vond manneskja á Twitter, maður finnur alveg sjálfur þegar maður er einhver svona samræður og svo kemur einhver og skýtur á og þú líður eins og þú þurfur að ná honum sko miklu betur, ég er búin að draga mig aftur úr þessu sko, ég var aldrei á Twitter, svo fór ég aðeins aftur til að dreifa þessu efni út af því að það gengur verra á Facebook. Ég er bara svona, maður verður verri manneskja inn á þessum miðli, þannig að ég einhvern veginn... Takk fyrir að segja þetta. Já, ég meina það er bara þannig. Ég nefnilega er í smá, þetta er persónulega, ég fór, bara hætti að vera að virka á Twitter fyrir mína andlegu heilsu. En ég hitti nýlega fyrir einhverjum vikum síðan Lindu Jacarino sem er svona tiltölulega nýr forstjóri X, eins og þau kallaða núna. Ég kallaða nú ennþá Twitter. Hún kom úr auglýsingabransanum og hún var með hálsfesti sem ástóð free speech, demantlögð free speech og ég gat ekki á mér staðið, þetta var í tiltölulega litlum kvöldverði í New York en að spurja hana hvað þýðir það fyrir þér, að því að auðvitað erum við öll held ég fylgjandi tjáningar fyrir þessi, en ég vildi vita hvernig hún túlkaði hvar liggur þessi lína, því að við erum held ég öll að reyna að fástaldi við það og Twitter hefur, eða X hefur svolítið verið akkurat í miðjuna á því samtali og við áttum mjög áhugavert samtal og kannski stuttaútgáfan er að við ákvaðum að verða sammála að vera ósammála en ég sagði henni að dóttir mín sem er 20 teldi það ekki sérholt að vera inn á Twitter og ég hefði tekið með henni þá ákvörðun að vera ekki þar bara fyrir mína andlegu heilsu og hún skrifaði mér nú bara núna daginn og vildi fara í morgunmat með mér og dóttur minni til að ræða þetta frekar þannig að ég er að vona að hún sé að hlusta og vilja jafnvel velta þessu fyrir sér því að þetta er einhver lína sem er hérna á milli þess að við höfum tjáningafrelsi og við göngum aðra án þess að meiða þá en það er bara verið að meiða fólk og það er verið að ljúga fólki og það er verið að mata fólk rangaupplýsingum og það hafi ekki allir þá menntun eða bakgrunn eða stuðning til að greina þar á milli. Já. Þannig að þetta er alveg mikil ábyrgð sem að þessi fyrirtæki hafa og ég hef verið að kalla eftir því í starfi minni hjá B-Team að þessi fyrirtæki axli þessa ábyrgð en stjórnvöld í Bandaríkjunum hafa gjörsamlega brugðist öllu aðhaldi þarum. Halda yfirheyslur en gera aldrei neitt meira. Sko ég er hérna ekki oft bjartsýn en ég er bjartsýn hérna út af því að ég er búin að vera sko, ég held að samfélagsmiðlar verði eitthvað sem við horfum á í baksýnis speilunum sem bara eitthvað svona aula tíma. Eins og tóbakið var. Já, ég ætlaði einmitt að fara að segja að sko til dæmis að láta barn hafa síma, svona snjallsíma fyrir til dæmis 14 ára aldur eða þú ert að hlusta á barnið þetta með síma 14 ára þá er ég að dæma. Það bara, þú veist, ég veit alveg að fólki finnst leiðilegt
maður á ekki að vera að dæma en ég dæmi þetta út af því að mér finnst þetta að vera eins og að reka sígarettu upp í barn og mér finnst að til dæmis þegar þú ert á samfélagsmiðli fyrir framan barnið þá finnst mér þetta eins og að við ættum að horfa á þetta þannig að fólk er akandi inn í bíl með lokaðar rúður að reykja sígarettu og ég held að við munum koma til með að horfa á þetta þannig út af því að til dæmis þegar gervigreindin kemur inn ennþá sterkar þá náttúrulega verður ómögulegt að greina upplýsingar á milli upplýsingar og upplýsinga. Það er þegar orðið vandamál sko. Já, en ég held að þegar það gerist þá bara mun fólk ekki nenna þessu lengur og ég held í alveg tala að þetta muni koma til með að gerast. Hins vegar Þú ert á sömu blaðsíðu, ég verð að skjóta því inni og Mark Benioff sem er einn af þeim leiðtogum sem ég vinn með í B-Team, hann er stofnandi og forstjóri Salesforce fyrirtækisins en þegar ég fór á fyrstu ráðstefnuna með honum þegar ég var nýtekin við þessi forstjóri B-Team þá sagði hann Facebook is the new tobacco eða Facebook er á eftir að vera eins og tóbakið í hugum okkar þegar við áttum okkur á þessu. Já. Þannig að ég bara tek undir þetta og ég held að við eigum eftir að horfa tilbaka og ég held að þeir sem höfðu vita á að fara ekki inn á samfélagsmiðla sem eru ykkurir en mjög fáir að þeir fagni því mjög í dag en hins vegar vil ég gæta sanngirnis. Samfélagsmiðlir eru líka að hjálpa okkur. Þau eru líka að hjálpa okkur að vera í tengslum við vini sem við eigum jafnvel sem er í burtu frá okkur eða fjölskyldumeðlimi. Þau hjálpa okkur heilmikið að halda utan skipulagið og annað. En það sem að ég hefði bara viljað, og það eru ein lög í Bandaríkjunum sem hefði verið hægt að breyta fyrir löngu síðan og Tristan Harris og fleiri hafa barist fyrir sem eru númeru 230 sem að eru bara undan þá að sem samfélagsmiðlar fengu fyrir því að þeir bera allavega ábyrgð á gjörðum sínum en þeir bera enga ábyrgð í dag. Þeir segjast bara að vera að dreifa og bera enga ábyrgð á hverju þeir dreifa, hvort sem það eru sjálfsvíg eða hvatningar til þess eða hatur í garð einhverja hópa í samfélaginu eða bara reynar og klárar lygar. Já, sem hann einmitt kemur inn á í heimildamindsinni Social Dilemma. Já. Já, ég er sammála stórlega, ég er aftur á móti, ég er tjáningafrelsis ekki bara maður, ég er svona absolutist, þannig að ég er til dæmis á því að allt sem að þú ert að tala um þegar fólk er að hvetja sér jafnvel til sjálfsvígs ég tel að fullorðið fólk þurfi að hafa vit fyrir börnum til þess að koma í veg fyrir það að börn verði fyrir slíku áreiti frekar en að við bönnum fólki að segja og ég veit alveg að þetta er hérna umdeild skoðun. Myndi þið finnast í lagi ef að MBL eða Vísir væru með það á sínum vefjum? Já, ég tel að það ætti að vera hægt út af því að þá myndi ég bara meta það sjálfur að sá miðill væri sjálfkrafa orðin sá miðill sem ég ætla ekki að reyna að afla upplýsingar á og ég veit alveg að það er margt í þessu en ég aftur á móti tel að strax og stjórnvöld eru farin að stíga það skref að fara að segja fjölmiðlum það hvað er með fjalla og hvað er með ekki fjalla og hvað er með að segja að sjálfsögðu er þetta mjög drastist dæmi að MBL væri að hvetja til sjálfsvíga. Við verðum kannski bara að vera sammála með að vera ósammála þar sem ég heldur reyndar að sé einhver hluti af samfélagsgerðinni sem að þurfi bara að vera til. Við eigum bara að geta verið sammála með að vera ósammála en það sem ég vil bara skýra þannig að mitt mál sé skýrt, ég er ekki að leggja til að stjórnvöld segi fjölmiðlum hvað þeir megi hafa og megi ekki hafa. Ég er að leggja til að stjórnvöld horfist í augu við staðreyndirnar að Facebook, Twitter eða X-ið og aðrir eru fjölmiðlar. Þannig að ég vil ekki þessu undanþegnir þeirri ábyrgð sem fjölmiðlar eru undir. Og þá er það ábyrgðum að fara rétt með, að gæta sanngirnis, að það sé fjallaðum fréttir frá báðum hliðum eða öllum hliðum, ætti ég kannski frekar að segja í flóknum málum. Þannig að ég er ekki að segja að stjórnvöld eigi að segja hvað má og hvað má ekki. Ég er að segja bara horfumst í augu þá staðreynd að samfélagsmiðlar eru í dag fjölmiðlar. Fyrir 80% af fólki tekur en allar sinna fréttir í gegnum það. Akkurat, og mér finnst það í sambandi við TikTok, það er einmitt verið að tala um að banna TikTok og ég verða viðurkenna að ég svona næstum því kemst þangað sem þessi svona tjáningafrelsis absolutist að svona, ég held að stjórnvöld ættu að, út af því ég held og ég er nokkuð sannfærður það að með við það, nei ekki bara njósnir, ég held að þetta komi til með að hafa þau áhrif að við höfum hóp ungs fólks sem að getur ekki tekist á við lífið og ég held að þetta sé notað sem ákveðið svona flótti? Já, svona cyber warfare jafnvel en ég tel aftur á móti að við höfum bara að taka ábyrgð á því að við erum með eitthvað svona ábyrgð já, ég meina þetta er bara eins og við erum ekki að ota eiturlyfjum að ungu fólki
og ástæðan er einfaldlega svo að þegar ungt fólk ánetjast eiturlyfjum þá gera þessir ekki fyllilega grein fyrir þeim langtíma áhrifum sem að það kunnað hafa og við vitum það alveg að börn eru líklegri til þess að taka ákvarðanir sem hafa skammvinnan ávinning í stað þess að hafa langtíma sjónarmið að öndvegi og ég tel að sko það þarf að vera ákveðin vitundarvakning gagnvart því að samfélagsmiðlar hafa ótrúlega vond áhrif á ungt fólk og það er ábyrgð foreldra og jafnvel á okkur líka bara já, og alla held en ég sérstaklega á heilan á ungu fólki já, líka sko því að við leitum ákveðna viðurkenningar út fyrir kjarnan sem að ellegar væri að veita okkur þá hamingju sem að við erum alltaf að fá allmest þegar við erum með barninu þínu og ert að ota framan í og reyna að fá eitthvað svona sætt myndband af því til þess að birta mynd af því fyrir fólk sem að þú þekkir varla að vera líka við myndina ertu ekki búin að rjúfa ákveðin tengsl við það að þú sért að reyna að njóta dagsins með barninu þínu er það eðlilegt að fólk sé að birta myndbönd af börnum inn á samfélagsmiðla til þess að sýna hálf ókunnugu fólki? Já, við höfum allavega vitum það úr sálfræðiransóknum að við tengjum ekki eins í gegnum Zoom eða Teams eða myndavélina eins og við gerum í eigin persónu. Þannig að ég held að við ættum allavega öll að hugsa hversu miklum tíma verjum við hvort sem það er með börnum okkar eða ástvinnum eða eldra fólkin okkar. Þar er einmannaleiki líka að aukast mikið víða og hvernig tökum við hennan skjá og þetta lyklaborð sem er svo mikið á milli okkar núna í burtu og förum í að tengjast raunverulega hvoru öðru. Það held ég að væri mjög hollt fyrir okkur öll að hugsa hvort sem við erum foreldrar eða dætur eða synir eða systkini eða vinir. Að þetta er farið að spila svo mikla rullu að við heyrum orðið ekki gott lag á tónleikum eða eigum ekki góðar stundir með ástvinnum án þess að vilja ná því einhvern veginn í gegnum skjáin og þá missum við þessi tengsl sem að búa til þessi jákvæðu og nauðsynlegu boðefni og þessa nauðsynlegu næringu sem að við þurfum að fá í gegnum raunveruleg tengsl hvert við annað. Heldur að það sé ástæða þess að heimurinn sé að fara í þá vegferð sem hann er að fara í þar sem við erum að rjúfa tengsl, alþjóðra samvinnu og það er meira að verða svona heimur ég mig frá mér til mín. Við erum að yfirfara þessa svona narsisísku hegðun sem að samfélagsmiðlarnir þrýst okkur yfir á heiminn. Nú erum við orðin mjög filosófísk, já. Ég er ánægð með þig. Ég held að þegar við erum í góðum tengslum við okkur sjálf og náttúruna sem að við byggjum líf okkar á, að þá erum við í betra lagi og komum betur fram hvort við annað og vitum alveg hvað við viljum og hver við erum. En ég held að þessi tengsl hafi rofnað mikið. Tengslin við okkur sjálf, tengslin við náttúruna, tengslin við hvort annað. Og í slíku ástandi, ég vil meina að við verðum ekki besta útgáfan á okkur sjálfu í slíku ástandi og þá fer hver svona að velja kannski stríð frekar en frið. Þegar við erum í lagi og sinnum okkar innra lífi og hverju öðru vel og eigum í kringum okkur þessi heilbrigðu samskipti, þó að við séum ekki alltaf sammála, að þá hitti ég mjög sjaldan fólk ef þú kemst í það ástand sem er ekki nokkuð sammála hvernig samfélagi við viljum búa í og hvernig samfélag við viljum skilja eftir fyrir börnin okkar. Þannig að þegar við verðum ósammála þá er það oft þegar við erum komin úr tengslum við okkur sjálf, við náttúruna og við hvert annað. Og það held ég að sé að gerast núna og ég verð fyrsta manneskjan til að segja að alþjóðlegt skipulag sem að í heiminum sem var til í kjölfar seinni heimsstyrjaldarinnar er mjög brotið. Alveg eins og ég held reyndar að margt í okkar efnahags- og viðskiptalífi sé líka. Þessar umbreytingar sem eru að koma og eiga sér stað, þær eru nauðsynlegar, en þær eru okkur dálítið erfiðar. Og stundum langar okkur ekkert í breytingar, okkur fólkinu. Okkur langar bara að setja hælana í og berjast fyrir því sem að ég hef eða hef alltaf haft eða finnst ég að skilið. Frekar en að tengja okkur aðeins meira við það hver við erum í reynd, mennskuna í okkur og ræða uppbyggilega leiðirnar til að fara í gegnum þessar umbreytingar á uppbyggilegan máta. Hvað finnst þér þá svona, það hefur verið talað mikið skautun og svona, hvað finnst þér réttrúnað? Já, ertu þá að tala þegar fólki finnst að vera með eina rétta svarið? Já, því við erum að fylgjast með þessu sko að mér finnst, svo ég tala nú bara fyrir mig persónulega, sem er stjórnmálaumræða eins og þú varst að tala áðan að svona 80-90% fólks eru sammála en get ekki komið fram með þá skoðun að hræðslu við það að það verði úthúðað á samfélagsmiðlum. Já. Og þá er ég að tala svona lítinn hóp sem ofta hefur mjög mikil áhrif á umræðina sem að á sér ekki einu sinni stað út af því að mismunandi sjónarmið og mismunandi skoðanir eru ályktaðar sem einhvers konar eins og þú talar áðan sem einhvers konar merkimiði. Já, ég held að
Við vitum það, bara frá tölum og frá eigin reynslu. Það er enginn sem að hlusta sem hefur ekki séð það. Að það eru gjarnan, öfga sjónarmiðin sem að ráða umræðin í dag. Og þar sem að ég tel að meiri hluti fólk sé með miklu meiri núans og miklu balanseraðara heldur en í þessum öfgum. En við fáum einhvern veginn ekki að eiga það samtal vegna þess að við erum svo fljóta að setja merki með og draga fólki dilka. Þú ert góða fólki að þú segir þetta, þú ert rasist að þú segir hitt og þetta er bara mjög hættuleg þróun og þetta er náttúrulega beina afleiðinga því að við séum ekki á góðum stað. Þá verður orðræðan í samfélaginu ekki heldur til góðs. Þarna hafa samfélagsmiðlarnir sannlega að spila stóra rullu en líka bara verður við að axla ábyrgð sem einstaklingar, hvað eru við að gera til að vera í lagi, hvernig eigum við samtal við þá sem að við erum kannski ekki sammála hvort sem við erum að gera það á samfélagsmiðlum eða bara almennt. En það er einhvern veginn auðveldara fyrir fólk að vera orðljótt og taka afar djúpt í árina þegar það er ekki fyrir framan hvert annað. Þannig að líklega spilar dálítið inn í heimsfaraldurinn. Það eru margir sem telja að andleg heilsa hafi farið versnandi þá því að við aftengdumst líka meira. Einhverjir tengdu hins vegar held ég meira við sjálft sig og náttúruna á þeim tíma. Þannig að ég vil meina þessi ykkur, þú varst að segja áðan og væri bjartsýnn, ég er þrjósk bjartsýniskona. Og ég segi þrjósk bjartsýniskona því að það er oft tilefni til þess að missa trú á því sem er að gerast því að það eru stríð. Það eru andleg heilsa sem fer versnandi, það loftslags- og umhverfisvá, það eru alls konar afturfærir í mannréttindum og jafnréttismálum víða og margt að gera sem að þú getur alveg haft áhyggjur af. Heimurinn er ekki endilega á sínum besta stað, en samt er hann á betri stað en hann hefur verið og öll tól og tæki í rauninni í okkar höndum ef við kjósum að vera bjartsýn og búa til þær umbreytingar sem að munu koma okkur á betri stað. Og eitt af fyrsta sem að ég held að þurfa að gerast í því, og nú er ég kannski komin út fyrir það sem að þú til að vera á verksviði þessa samtals, er bara að við lærum sjálf sem einstaklingar að vera með okkar eigin innri áttavita. Og ég held að við sem þjóð og samfélag þurfum líka þannan áttavita. Því í svona ólgusjó umbreytinga, þegar nýja normið er bara að það er ekki hægt að treysta á neitt, að það er allt upp í lofti, eins og þú sagðir áðan, að það er allt einhvern veginn fullt af óöryggi, þá þurfum við að vinna með okkar eigin seglu og sveigjanleika til að takast á við það. Og ef ég á mér einn draum, þá myndi ég vilja skólakerfið og við foreldrar og samfélagið færu að hjálpa unga fólkinu okkar að finna sinn eigin innri áttavita. Þekkja sinn gildi og vita sinn tilgang með sinni lífsvegferð og þetta séu jafnvel lífsleikni hæfileikarnir sem að við ættum að leggja hvað mest áherslu á því að gervigreindin er að koma inn og taka við af mjög mörgu öðru sem við tökum skólatíma í. Ég er ekki að segja að við þurfum að hætta að læra að lesa, ég er ekki að segja að við þurfum að hætta að læra stærðfræði, en það er margt sem að ChatGPT og aðrir forverar og eftirverar af því munu leysa, en ekkert er mikilvægara heldur en að kenna okkur sem manneskjum að fara í gegnum þetta líf af mennsku, af heiðarleika og innlægni við það hver við erum. Og ef við getum gert það, þá held ég allt hitt leysist. Manneskja sem er í góðum tengslum við sjálfan sig, er með skýran áttavita, býr í samfélagi sem er með skýran áttavita, hún villist ekki eins af leið eins og manneskja sem hefur hvorugt. Bjartsýnismanneskjan Halla Tómasdóttir, gangið vel í kosningabaráttunni, þangað til næst, takk fyrir. Takk fyrir mig.